Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld með gesti frá Hæli. I don't know, but it sounds to me like that. Jú, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi en þá korter í 11, 7. október og við erum í körfuboltanum en þá og nú það komin línum mikill höfðingi, það Teitur Örlygsson, komdu blessur og sæll, þjálfari Stjörnunnar. Blessar. Hvernig ert þú búinn að hafa það í sumar? Ég búinn að hafa bara ljómandi. Já. Alveg ljómandi. Búinn að ferðast mikið? Já, ég fór með fjölskylduna svona aðeins til Flórida áður en svona sumari. Þetta góða sumar skall á okkur og síðan ég bara búinn að vera innanlands. Já. Veiða og hafa gott. Og ertu ekki þá búinn að veiða eitthvað hérna á Suðurlandinu hjá okkur? Jú, ég held ég sé búinn að fara. Ég fór held ég 4 sinnum í Stóralaxá í sumar. Já. Það ágætt að veiða þar? Heimsækir hana hverju ári, já, frábært ár þar núna. Herðu, nú veislan að fara að hefjast bara, næsta föstudag? Já, það er 50 50 afsakið. Já. Og þið byrja á því bara að fá Keflavík heimsókn í fyrstu umferð? Já, það verður heldur betur verðugt. Það verður margir sem spá Keflavík sigri. Já. Í vetur. Og það kannski ekkert skrítið því þeir eru bara góðir eða sterkari en þeir voru í fyrra og unnu KR núna nokkuð auðvitað í úrslitaleik lengi utanum mitt daginn og sýndu frábæra takta þar. En hvernig hefur svona undirbúningurinn fyrir deildina verið hjá okkur í Stjörnunni núna í? Hann búinn að vera svona lala, við erum búin að vera smá svona í meiðslum eins og held ég að sé bara algengt en menn svona flestir allir að skríða saman núna á ágætis tíma og við erum hvergi bangnir. Nei. Og þegar við ferðast eitthvað eða bara taka æfingarleiki? Já, náttúrulega þessi lengi keppni var svona nokkuð meginn æfingamót þannig lagað og við ferðumst á við vorum í svona landsbyggðarriðli. Já. Vorum í Hveragerði og Borgarnes og Ísafjörð. Þannig að þið eru ágætlega tilbúnir í þetta? Já, ég held það og þetta verður svolítið forvinnulegt að sjá hvernig deildin þróast núna. Mér sýnir svona fyrirfram vera svolítið getumunur á sömu liðum núna, sem bestu og kannski þessum lögustu svona fyrirfram. Kannski meiri svona munur heldur en var í fyrra. Já. Það kannski þessi nýja regla gerir það að verkum. Það erfitt fyrir liðin á landsbyggðinni að fá leikmenn. En er mikil breyting á leikmannahópnum hjá þér? Nei, það er lítil breyting hjá okkur. Það er bara mjög lítil breyting hjá okkur og náttúrulega þetta er svolítið við missum náttúrulega eins og allir aðrir þess að tók kanna ígildi sem voru með í fyrra og missum einnig Jóhann. Þannig að þetta er svolítið svona stór biti hjá okkur. Þeir spiluðu allir yfir 30 mínútur í leik. Já. Þessi 3 leikmenn. Þannig að það myndast rúmlega. En svo hafið þið búin að semja við ungu og efnilegu leikmennin ykkar eða ekki? Jú, þeir eru allir áfram og svo kom Jón Sverris úr Fjölni, hann er jafnast eftir krossbandaslit og er svona að byrja að æfa núna. Og við erum að vona að hann verði kannski klár svona eftir áramót. Já. Og svo er Kristinn Jónasson sem spilaði með IR og Haukum. Hann er einnig að sprikla þess með okkur. Svona á milli anna. Já. Og þeir gefa okkur svona smá kjöt sem okkur kannski vantaði mikið. Þannig eins og ég segi, við erum hvergi bangnir. Okkur hlakka bara til að takast á við þetta. Sko. Við erum kannski ekki á sama stað og vorum í fyrra. Nei. Og hitt í fyrra. Venjulega erum við nokkuð vel undirbúnir en núna er búin að vera svona eins og ég segi. Kannski meiri meiðsli en vanir og sem gerir það verkum að vera kannski ekki alveg það sem við viljum vera. En þetta ræðist alltaf á vorin, við þekkjum það og það er alltaf bara svona takmarki okkar að vera sterkari eftir hvað líður á. Já, og svo ertu náttúrulega með sunnlendingana Marvin og Sæmund og Justin Sjás. Já, sunnlendingin Justin Sjás. Já. Hann byrjaði náttúrulega í drang. Já. Þú getur sagt það. Já, og bræðinir var náttúrulega að verða leikinimenni eins og Justin. Já. Í þessum hóp sem við erum með, sko. Sæmi er búinn að vera svona upp og ofan. En
ég er búinn að vera mjög ánægður með hann og mjög ánægður með hann í kvöld. Hann var virkilega góður í kvöld og ég vona bara að hann haldi áfram með þeirri braut. Spilaði líka mjög vel, skilst mér, með unglingaliðinu í gær fyrir norðan. Og þannig að ég vona að Sæmi sé að stíga upp á réttum tíma. Já. Og Marvin er náttúrulega byrjunarliðsmaður hjá okkur og einn af okkar lykilmönnum og einn af þessum lykil Íslendingum í úrvalsdeild eins og hann hefur sýnt síðustu ár. Og á Sæmundur eitthvað tjens að ná bróður sínum eitthvað tíman? Ég veit það ekki, sko. Það er kannski of snemmt að segja það, sko. Þeir eru náttúrulega, sko, alveg gjörólíkir karakterar. Já. Eins og þú kannski þekkir, sko. Já. Og maður vill oft, sko, að Marvin rói sig hans niður, sko, meðan maður vill að Sæmi æsi sig hans upp, sko. Þú veist, það væri gott að það væri hægt að taka þetta brjálaða skein úr Marvini og sprauta því oft í Sæma, sko. Því Sæmi er klárlega með alla hæfileikana, sko. Það er stundum eins og hann átti sig ekki á því sjálfur. Nei, einmitt. En svona, hvernig heldur að deildin verði í ár? Svona, hvaða lið heldur koma til með til dæmis að berjast í Íslandsmeistaratitilinn? Myndur þú halda svona fyrirfram? Ég myndi segja svona fyrirfram að væri Suðurnesjaliðin ásamt KR. Og síðan kemur við Snæfell og Þór Þorlákshöfn, finnst mér. Og síðan það eru þetta svakaleg barátta í neðri partinu, held ég. Já. Svona sé ég þetta svona fyrirfram, sko. Það mætti ekki að þetta verið tvískipt, sko. Svona fyrirfram finnst mér þetta að vera þrískipt. Það er þessi 4 lið og svona, þetta er tilfinningi mín núna. En auðvitað vilja Stjarnan, Snæfell og Þór blanda sér með í toppbaráttuna. Já. Þessi topp 4 sem fá heimaleiki í fyrstu umferð í úrslitakeppni. Það er gott að vera þar. Já. Allan eru við starfanir því að reyna að íta okkur upp og vera með í þessum pakka. En svona fyrirfram, það sem að þetta litla sem ég er búinn að sjá á þessum liðum, sko, þá sýnist manni þetta og þetta er kannski svona bara svona common sense, skilur maður veit ekki með Grindavík, sko, maður veit ekki alveg með Kanan þeirra. Nei. En Grindavík og Stjarnan sem voru bestu liðin í fyrra, þau eru kannski ekki að styrkjast eins og KR, Keflavík og Njarðvík er að gera. Já. Þannig að þess vegna spá ég sko, Þór missi náttúrulega mikið í Gumma og Darra sérstaklega. Snæfell náttúrulega létu Kanan fara í dag, sko. Ef þau eru verið heppnir við mann, sko, þá verða þeir pottitt í efri partinu líka. En heldur þessi deild geti eitthvað orðið spennandi og í fyrra? Það er bara, ég skil ekki ennþá, maður er ennþá að jafna sig bara eftir þessa leiktíð í fyrra. Já, þetta var náttúrulega alveg óbóðslega skemmtilegt í fyrra því þú gast ekki farið í mitt leik með eitthvað einbeitingarleysi eða hangandi haus af því þá tapaður bara. Já. Og það var alveg sama hvaða lið þú varst að spila við. Það er kannski svona rökin og þetta jákvæða við þessa reglu eins og var í fyrra, sko, með 2 útlendinga. Já. Að liðin út á landi, sko, svo voru með 2 góða útlendinga voru bara gríðarlega sterk lið. Já. En telur að þessi nýja regla, er þetta jákvætt eða neikvætt? Ert þú með ykkur skoðun á henni? Veistu að ég er svona, ég geta eiginlega ekki strax, sko. Mér finnst að ég þurfa að koma að reynsla á þetta, sko. Ég veit. Og náttúrulega rökin eru að íslensku strákarnir spili meira og axli meira ábyrgð í liðunum. Og sem gerir það verkum að vonandi verður þá með betra landslið í framtíðinni og þess áttar, sko. En á móti kemur að gæði minnka, tilþrifin í deildinni minnka, skilur, og líka þetta að það verður kannski meira á svona blóatleikjum núna sem voru ekki fyrra. Leikir sem vinnast kannski með 30-40 stigum. En það var lítið það í fyrra, það var mjög mikið og virkilega spennandi leikjum í fyrra. En sérðu fyrir þér ykkur að núna, unga efnilega pjakka sem ég eftir að, jafnvel koma svolítið óvart sem verður að fylgjast með á leiktíðinni hjá okkur í liðum? Já, náttúrulega hjá okkur eru bræðurnir og Sæmi svona þessi sem við horfum kannski á svona fyrir tímabilið og það eru náttúrulega fleiri strákar þarna líka sem eru búin að æfa vel og hjá öðrum, hjá Njarðvíkingunum þetta náttúrulega bara svona solid, sko. Þetta Elvar er kannski ekkert lengur það sem maður kallar efnilegur, sko. Hann er náttúrulega bara eitt besti bakvörðurinn í deildinni. Já.
og saman með Martin á KR sko og þetta eru Martin var til dæmis í aðlandsliðshóp sko eins og bara öll bakvarðarsveitin hjá KR var í þessu frábæra aðlandsliði sem voru með og það var náttúrulega frábært að horfa á KR Njarðvík sko, ég vona að ég verð ekki að spila það kvöld. Nei. Það sjá að þær eru bakvarðarsveitir kljást sko, það er svona aðlandsliðið bara hjá KR. Í Brilla og Pavel og Martin og síðan Njarðvíkingarnir með Nigel Moore og Loga og Elvar. Og þetta verður þvílíkur leikur. Þannig að þetta er svona leikur sem þú myndir vilja skella þér á, KR Njarðvík. Já, ég held að það verður virkilega skemmtilegt að sjá þessa bakvarðarsveitir kljást. Og svo KR konum með einhvern hörku kanaspill með stóran kana með reynslu sem gæti kannski ráð úrslitum í þeim leik. Já. En þið náðu allan að bæta titli í fyrra, eða bikar kominn hérna? Já, við verðum bikarmeistarar og það er alltaf mikið gleði í kringum þessa bikarkeppni og við náðum því í annars skipti. Já, og þið ætlaði að reyna að halda því það ekki bara? Jú, þetta verður alltaf verið svona annarkvort eða hjá okkur í bikarnum sko. Eftir að við unnum hann sko, þá kom svona smá körs á okkur og við leftum á móti góðum úrvalsdeildarliðum alltaf í 32. Þetta var rosalega stutt gaman hjá okkur þangað til aftur í fyrra. Já. En reyndar lentum við á móti úrvalsdeildarliðum í öllum umferðum í fyrra. Þannig að við áttum þetta kannski bara vel skilið. Þannig að, en það er allan að, ertu búin að láta, rapparann í liðinu, ertu búin að láta hann semja ykkur af vísur í sumar? Það þarf ekkert að snúa upp á hendina á honum sko, til þess að rappa sko, hann er bara með þetta í blóðinu. Já. Jú, kjarri flottur. En svo, hefur mikið umræðið hérna hjá ykkur að þið eru voða mikið að tala um pólitík hérna í Stjörnunni, ef maður heyrt. Já. Mikið læsingur hjá ykkur alltaf í því. Þetta er mikið og mesta fólk hérna. Eftir æfingar hefur oft svona farið í gegnum hlutina. Það er bara mjög gaman. En stefnan ykkar á þessu tímabili, það er sem þetta verið í titilbaráttu? Já, við förum náttúrulega þessi ógeðslega klísja að alla leikir til þetta vinna og eins og sko, við vitum ekki alveg hvað við stöndum sko. Ef við náum að bæta okkur hérna á svona 2-3 sviðum sko, þá verðum við bara með í þessari baráttu. Og náttúrulega við verðum hefnir með meiðsli og allt sem því fylgir. Já. Teitur Örlygsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma. Ekki máluðum. Og bara gangið þið vel á komandi leiktíð. Takk fyrir það, Gustur. Blessaður. Já, Teitur Örlygsson, mikill fagmaður hérna á ferð. Við ætlum að skella okkur næst í Hveragerði. Það er Bragi Bjarnason, þjálfari Hamars Kalla og við ætlum að taka fyrst til Karla aðeins fyrir. Og svo ætlum við að heyri Bjarma Skarphéðinsinni, framkvæmdastjóra FSU körfuboltaliðsins. Þannig að farið ekki langt. Þú ert að hlusta á Sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli.